Hingað komið góður gestur, forstjóri Nóa, Silvía Kristín Ólafsdóttir. Já. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Gaman að fá að vera. Þú tókst við núna, hvað, 1. október? Já, passar. Og kemur úr fluginu. Það varst rekstrarstjóri hjá Icelandair. Akkurat. Það er kannski eitt, já, fyrst og það. Hvernig að hoppa svona úr flugi yfir í tæknina svona? Í tæknina? Já. Sko, í síman, skulum við segja. Í síman, í fjarskiptin. Já, fjarskiptin. Já, það er bara ótrúlega gaman. Það er gaman að vera á báðum stöðum. Já. Og náttúrulega allstaðar er fólk. Og stjórnur stýst mikið. Og stjórnur um fólk. Þannig að, og margt að læra inn á í fjarskiptunum og mikið af sterkum og öflugu fólkin í Nóa sem ég er að kynnast og kúltúrin það er náttúrulega hann er alveg mjög spes. Þetta var byggt upp sko einhvern veginn sem stærsti skemmtistaður í heimi. Svona með diskókúlu. Já. Og þú tókst við af henni Margréti Tryggvadóttur sem var búin að vera þarna. Líf Bergþórs var auðvitað þarna áður. Það er ekki... Og þarna eru þið á myndi að við ætlum að sína þetta svona og þetta er sem sagt, þarna eru þið með diskókúluna. Þarna er hún að afhenda diskókúluna áfram og það er eins gott að standa undir þessu. Þetta er enga smá konur, Líf og Magga. Já, þær byggðu þetta upp og alltaf. Segðu mér annað þá, sko, þegar þú ert að, ef við horfum bara á, sko, gengið hefur nú verið, fóru upp svona megnið árinu aðeins lagast farið niður á undanförnu en það breytir því ekki þetta hefur verið ágætt ár hjá Nóa. Já. Og virkilega sterk EBITDA og gott cashflow hjá Nóa þannig að Nóa er komin á ótrúlega spennandi stað bæði sko kultúrlega, verkefnalega og fjárhagslega til þess að taka næstu skref og vaxa. Já. Þannig að ég held að Nóa eigi eftir að vera í svolítið annari mynd eftir erum við að sjá það? 24 mánuði. Þá munum við alveg sjá vöxt hjá Nóa. Já, vöxt, já. Það er nú eitthvað þar sem þá er í gangi sem ákvarðanir í dag og búa til hennar vöxt síðar. Já. Styrkleiki Nóa. Hver er hann? Það er gaman. Viðskiptavinirnir? Já, það er náttúrulega alltaf þeir sem að það snýst leikurinn er að hafa viðskiptavinina fjölga þeim og halda þeim og búa til virði þannig að þeir vilji vera en styrkleiki Nóa er og tvö helstu svona asset Nóa eru innviðnir. Nóa býr að innviðum sem að eru búa til fjarskiptin og undirstöðunar og er svona þessi svona, hvað maður segir, slettir á svona enabler að því sem að Nóa síðan gerir í hinu assetinu sem að er brandið. Og þetta tvennt saman býr til ánægða viðskiptavini, hjálpar okkur að ná miklum hraða út á markaðinn og búa til vörur sem að gera viðskiptavinin sterkan og gera viðskiptavinin glaðan og vilja nota okkar þjónustu. Þannig að þetta er svona, held ég, galdurinn á baku Nóa eins og Nóa í dag. Já, segð mér annað þá, það er sko þegar það er svona stærsti skemmtistaður í heimi, það er diskókúla og þegar maður kemur þarna inn sko það bara eins og maður sé að koma, þegar maður kemur inn í Nóa þá er hvergi annar eins kúltúr einhvern veginn sem mæti manni, hann mæti manni strax. En þýðir þetta það að aldursamsetningin á viðskiptavinum getur maður dregið þá ályktun að viðskiptavinirnir sé allir mjög ungir eða hvernig er aldur? Þeir hafa fyllt Nóa og viðskiptavinirnir svona meðal aldur viðskiptavina Nóa er ekkit svo frábrugðin samkeppninni. En það eru alveg ýmsir markhópar sem við getum farið svona betur í. Já, það eru kannski einhverja hillur þarna sem við getum svona vaxið líka inn í. En varandi kúltúrin og diskókúluna þá er sko diskókúlan svo merkilegt fyrirbrigði af því að sko þú ert með þessa kúlu svo kemur eitt ljós á kúluna og hún lýsir upp allt annað og speglar allt annað og mér finnst það táknaði fyrir eiginlega sko það eru allir sem koma inn í Nóa ljósið á diskókúluna sem að lýsa hina upp og út af það gengur skemmtistaðurinn þetta finnst mér miklu dýpra heldur en að vera bara partí og gaman, þó það sé auðvitað ótrúlega skemmtilegt að hafa partí og hafa gaman en það eru allir jafnir undir kúlunni við skorum á hvort annað, þórum að segja okkar skoðanir og Nóa byrjaði sem áskorandi og það er verið
að skora á alla daga þar inni og svo svona sko þessi, ég veit ekki hvort þau lesið bókina Fiskin. Jú, ég já. En það lesa allir hana sem byrja hjá Nóa og það Nóa skóli. Það Nóa skóli. Og ég fór líka í Nóa skólan og svo heppin og við erum hann árgangurinn 2025 saman og erum á Montókustundum að við séum í Nóa skólanum með árgang 2025. Já, hann mjög flottur árgangur. En þetta eru allir flotti sem að fara í gegnum þennan skóla og mikill skóli í honum og fiskurinn kemur það við sögu og það snýst að vera líka til staðar. Já. Og hafa gaman og þetta kemur náttúrulega frá sögunni í Seattle, hann á Pike Street, þar fisksölumennir eru að hafa gaman og kasta fisk á milli og þá eykst salan og þeir selja bara jafn mikið á einum stað eins og 4 aðrir í kring. Já, það líka á þetta til staðar, það sko núvitundin svolítið, erum við ekki talað svolítið út frá því að það þú gefur þau allan í viðskiptavinin. Já, og í okkar samtal núna. Já. Má ég velta því fyrir mér sko með þessa kúlu að getur það verið að hún sé meira fyrir innanhúsbrúks heldur en utanhús? Bara bæði. Að Nóa þessi kúla sé eiginlega meira fyrir starfsmennina sem ég heldur en sko kúla, eða skemmtistaðurinn bæði inn og út af við. Já. En auðvitað bara skemmtistaður fyrir þig getur verið bara allt annað en fyrir mig. Já. Ég finnst bara gaman kannski að fara upp á Esjuna að labba og það þinn skemmtistaður og skemmtistaður í dag taka líka breytingu. Já. Segðu mér annað, sko, það með þessa tækni, 5G náttúrulega komin svo tækni. Já. En þið eru að fara inn í einhvers konar tæknibreytingar eða ekki, sko? Jú. Á næsta ári. Segðu okkur aðeins frá því. Sko, við erum bara heldur betur byrjuð og það svo gaman að segja frá því að 5G tæknin núna sem að búið að setja upp, að hún heitir 5G standalone og þetta svona gefur okkur það svona ads að geta farið og tengt hluti við og svona þetta internet of things erum við að fara inn á snjalltæknina og við erum líka væntanlega þá að gervigreindin getur hjálpað. Mun hún ekki auka sko gervigreindin mun hún auka sko gagnamagnið þetta sem að Já, hún býr til meiri kröfur á gagnamagnið og þú þarft að hafa meira gagnamagn til þess að vinna úr þessum upplýsingum sem verða til og þú getur verið með snjalltæki, þú veist eins og myndavélar bara að horfa á umferð og ég var bara að skoða það í morgun, vorum að setja það upp, vorum að fá nokkra erlendis frá, normenn sem að voru að hjálpa okkur að setja upp bara öryggismyndavélar og það var ótrúlega hvað þetta getur gert, þau bara að horfa á hverjir að keyra, geta skrínað og fylgst með hvort það sé að koma eldur einhver staðar og þá búið að setja svona gervigreind inn í 5G svona myndavél og beauty við það að þú þarft ekki að tengja allar myndavélarnar við ljósleiðara þá getur bara sett þar svolítið út allt og á kannski svæði sem erfitt að koma ljósleiðara fyrir. Já. En það líka annað í þessu en þessi ljósleiðari þið byggið ennþá á honum Já, og stofnættið voru okkar afar mikilvægt. Já, hvernig maður með síma nær hann Nóa síma ég meina þið eru með samskonar tengingu og net það ekki bara, hafið ekki verið í samstarfi við Sín? Jú, við erum í samstarfi við Sín og við notum bara bestu tæknina hverju sinni. Við erum líka í samstarfi við Mílu og svo eigum við okkar eigið. Hvað ef við erum að tala um tæknina þessa, fólk alltaf meiri og meiri kröfur að það sé hraði á netinu eða ekki? Jú. Og hraði að ná í allt sem sagt. Hvaða framfærir eru í því? Það einhver takmörk vantilega? Jú, þetta tala svo saman. Þannig að ef að netið ekki gott þá bara verður hægt hjá þér í símanum eða í tölvunni en ef tölvan heldur ekki að geta nýtt sér netið þá verður það líka ekki gott og svo höfum við líka bara verið að skoða hvaða tegundar rátt bestu fyrir heimili, hvernig stillir þessu upp það skiptir miklu máli og getur verið með þykka veggi
tæki sem að geta svolítið svona stoppa flæði á heimilum, þannig að það er mikilvægt. Þá eru farin að þið eru með ráðgjöf inn á heimilum. Já, svona snjall og heimilum og fyrirtækjum. Já, og heimilum. Það nýta sér það mjög margir. Vel á minnst, mann finnst einhvern veginn svona eins og að þetta, maður horfir á Nova að þetta sé farsíma fyrirtæki og þetta sé sem sagt, hvað er með símaþjónustu við fyrirtæki? Hversu stór? Já, við erum ótrúlega öflug líka í svona svokallum sérlausnum, eins og kallum það. Já. Og fyrirtæki hafa verið að nýta sér það í miklu meiri mæli. Okay. Og erum að ná að leysa ótrúlegustu hlut, þetta er svo frjótt og skapandi teymi sem við vinnum á Nova. Við vorum til dæmis að vinna með CCP að setja svona ljósleiðara þannig að þau getur streymt í Rauðhólshalli einhverja rosalega sýningu fyrir sig og svo erum við að vinna með Heklu, þau eru að byggja svakalega flotta nýjar höfustöðar sem eru svona svolítið að hluta til niður í jörðinni þannig að við höfum verið að leysa það líka með þeim og því fylgir alls konar þjónusta þannig að við höfum verið að þjónusta og erum með mjög mörg líka fyrirtæki hjá okkur og það er alls konar, það bæði svona að leysa þessi vandamál og svo líka bara venjulegt og tíminett og en það er líka þannig að þú nærður þessu líka á Nóa svellinu svellið og það hvað er með þetta svell? Til hvers er það? Líf byrjaði á þessu sínum tíma hvað er þetta bara hver er pælingin? Er þetta bara að styrkja merkið? Nei, þetta er ennaflega dýpna það og mér finnst það svo merkilegt hvað Nóa er svona trútt brandinu og kolefnisfótspor Nóva, það er kannski helst sem er frábrugðið við flugið en það er allt annað fjarskiptamegin Já, vegna þess að flugið náttúrulega það er bara að þvælist fyrir í flugið það var mikið svona kolefnisfótspor þar en í fjarskiptunum að þá er það í rauninni það sem að er svona, hvað maður segir svona kolefnisfótspor innan gæsalappa er það hvað fólk er upptekið í símanum og þú er svona þetta doomscrolling og þú ert ekki á staðinum og þú ert í mat og fólk er bara komið í síman og Nóa vill taka ábyrgð á því og það sem að Nóa vill standa fyrir er að farðu út að leika farðu á Nóasvellið farðu út að borða þeir fyrir einn og Dynout-klúbburinn og Vilda-klúbburinn og við erum með alls konar viðburði og við elskum tónlist, við erum að styrkja unga listamenn og búið til að ábreiður með þeim. Þannig að þetta er það sem að svona Nova stendur fyrir í þessu. Já, varðandi svellið. Varðandi svellið og þessi svona, þetta, maður eru ofta ílega með mitt velti fyrir. Segðu mér annað hérna. Og það er diskokúl á svellinu. Heyrðu, það er disko, ég þarf að fara það niður þetta. Við sem búum í Grafavoginum, við förum á lítið niður í miðbæ. Já, nú eru jólin og það er Valdimar er á þriðjudaginn á svellinu að syngja. Já, á þriðjudaginn kemur, það er þá hvað Þorláksmessa. Það verður fallegt. Þú verður að kíkja það. Já, ég verður að kíkja. Einhvern tíma var Nóa með rennubraut heldinu Bankastrætið, ég hef byrst einhvern tíma mynda því. Aðeins með þessa snjalltækni, það er þú notar auðvitað síman við allt. Þú getur jafnvel hort inn í ískapin heimiður og eitthvað svona stilt það. Þetta er takmarkalust og gervigreindin. Hversu gervigreind er í Bandaríkjunum þannig að það hefur hækkað verð hlutabréfa þar, en sérðu að gervigreindin muni koma meira við sögu hjá símafyrirtækjunum í Íslandi á næsta árum? Ég held það og ekki bara hjá fjarskiptafélögunum, heldur líka bara hjá félögum yfirleitt. Við erum að ná tökum á þessu. Margir eru komnir lengra en aðrir. Við hjá Nova vorum með svona flottan, ég veit ekki hvað við köllum þetta, svona hraðal þar sem við byggum til hópa sem að fólk getur, eða starfsfólkið okkar var að búa til gervigreinda tól þess að létta sér lífið en svo er líka hægt að horfa á þetta miklu stærri skala en ég held að ekki bara fjarskiptafélögin heldur bara flest fyrirtækir að fara að nýta sér. Já, gervigreind og auðvitað bara sjálfvirkni sem þá kemur líka inn í þá hvað það er. Heyrðu það kannski eitt svona bara ef maður fer aðeins yfir þetta svona bara þetta er svona gamalt
hjá fólki sko, sem er að hittast hvaðan ertu þetta svona hefðbundið hverra mann ertu þetta var stundum bara sko aldur og fyrir störf var stundum sagt sko þegar var verið að auglýsa atvinnuauglýsingar í gamla daga aldur og fyrir störf hver er Silvía Kristín Ólafsdóttir? Já, sko, ég skal reyna að fara hratt yfir þetta. Ég myndi ekki að taka fjallkirkjuna, komin í, hvað, 1 bind? Jú. Nei, sko, ég elst upp í Vesturbænum. Já, Káringur og fer svo í Kvennó og þaðan í háskóla í verkfræði. Já. Hvað, ertu vélaverkfræðingur eða fjármálaverkfræðingur? Þetta er iðnaðarverkfræðingur. Allir myndar sumi pulsuverkfræðingur. Það er sem að við svona... Já, Arnar tæknimaður, hann er verkfræðingur líka. Hann er líka öruglega... Ég veit ekki hvort það sé pilsuverkfræðingur. Ramasverkfræðingur. Já. Og svo... Já, og það var ótrúlega gaman og í því var ég svona að pæla svona hvað getur maður gert gott við þessa verkfræði og bankaði upp á hjá Rauðakrossinum og slökkviliðinu og fór að vinna fyrir þá og finna út svona hvað það væri styrsta leiðin að hafa slökkviliðsbíla og það var mjög skemmtileg tími. Fórstu eitthvað í sveit sem barn? Já, ég er ekki bara malbygg eins og við sögum aða. Já, þú sagðir það við vorum að undirbúa þáttinn. Þá sagði mér finnst þetta frábær setning. Ég hef komið út fyrir Reykjavíkur, ég er ekki bara malbygg. Já, ég var... Hvar varst í sveit þá? Sko, mamma sagði alltaf þetta verið svo fallegur staður í Íslandi sem þetta hann Hrútafjörðurinn. Já, það er alltaf rigning. Já, blástur. Hver kannast ekki við blástur í Hrútafjörðinum? En svo fór ég nú setna, mér stundi gaman að veiða, ég nú eins og veitt þarna og það er ótrúlega fallegt og gaman. En ég fór í Hrútafjörðinum. En já, ég var í sveit nokkru sinnum og svona sem barn og já. En svo ferðu náttúrulega, þú verður í verkfræðin, þú ert aðeins út í London, eða ekki? Ég fer svo í London School of Economics, aðgerðar rannsóknir, aðgerðar greiningu og þaðan kem ég heim og fer inn í Seðlabankan á því... Þú vannst með Davíð Oddssoni? Já, í Seðlabankan. Mínum besta manni. Mínum besta manni, já, við vorum að tala um það. Mikill húmoristi. Já, vann með honum og var með það skemmtilegan titil Head of Contingency á fjármálastöðuleikasviði hann í hruninu. Já, var ekki. Nýskriðin út úr skóla. Þá varum við verið með Tryggva Pálssyni þar. Hann réð mig. Hann réði inn. Já, hann réð mig inn. Ótrúlega gaman að vinna með honum. Já, skemmtilegu maður. Og virkilega klár og... Þú varst jo Origo líka. Já, heyrðu, svo þaðan, þá fer ég til Amazon. Já, Amazon þá erlendis. Erlendis. Já, ok. Flytt til Luxemburgar sem að höfuðstöðunar í Evrópu. Eru þar? Höfuðstöðu Amazon í Evrópu? Í Luxemburg. Já, og hinnar eru í Seattle. Þannig að maður var mikið svona pendla á milli. Já, ok. Og það var rosalega skemmtileg tími. Vann bæði svona vöruhúsamegin og svona fjárhagsmegin. Já. Og fór svo setna í bókabransan þar, í Kindle-deildina. Já, Kindle. Nú maður fann það er brandarinn sko, þetta er brandarinn þegar fólk er að tala um erlend nöfn, maður stikki það var ykkur starf, þá fer maður að bera erlendu nöfnin sko. Og ég ætla að svoleiði svona, þetta átt að vera svona gott að fara í bókabransan og svona meira purposeful aftur, ég var ekki svona að reyna það og það voru allir að lesa á þessum tíma þannig að bókina 50 Shades of Grey sama hvað kom upp úr kassunum, það var alltaf fyrsta bók en það var nú fleiri líka vinsælar og svo En þegar þú kemur heim ertu þá, eða þú náttúrulega fyrir í Seðlabankan en svo ferði í Origo og þú varst þar í hvað í 2-3 ár? Nei, ég var bara 1 ár þar en á undan því fer ég til Landsvirkjunar. Ég er að stýra ferinn í svona tekjustýringa og það heildsölu samlingarnir er að breytast. Já, einmitt. Þátt í því verkefni. Og Landsnet kemur þarna þá einvæntanlega á þessum tíma. Og svona þessi svona, kannski vísir að þessum raforkumarkaði sem að er að byrja. Svona, skiptum þessu niður og svo fór ég yfir í að reka virkjanir. Þannig að ég fór og var að reka Kröflu og Þeistareykji þegar var verið að byggja hana. Já, ok. Með honum Steini sem var rosalega flottur stöðvarstjóri á þeim tíma. Já. Og ég Steinn og mjög flottir í Skútustaðarhreppi. Það var mjög gaman að vinna með þeim. Mývatn. Í Mývatni og svo fór ég þaðan til Icelandair. Og svo í COVID hjá Icelandair og þá var ég fórstuðumaður yfir leiðakerfinu. Já, já. En er svo búin staða hjá Origo og ákveða að fara þar svona, það var framkvæmdastjóra staða er þar með Jóni Björns rosalega gaman að vinna með honum og lærði mjög mikið á þessum tíma, mjög öflugur og strategískur og svo
fer ég aftur inn til Æslandir og ég nær mér aftur tilbaka inn í framkvæmdastjórn og í svona, byrja svona markaðsmegin og fer svo yfir í reksturinn og verð þá account eða CCO eða COO fyrir ekki. Já. En það allavega svo eftir komin til Nova, þú byrjar þetta fyrsta skal ég segja þér október. Já. Þá afhendi hún þér kúluna sem að tala. Þá kom kúlan, já. Herðu Örstuð, þú ert á Vesturbænum, þú átt stráka sem eru í KR eða ekki? Jú. Og mætir á leikina? Herðu, já, ég mæti, en ekki pappin ég var nú að gefa eiginmanni mínu það, hann duglegur en ég að mæta leikina, en ég rosalega stolt af þeim og ég bæði 14 ára Kormák og Mattias Björgvin 16 ára, hann að fara að spila með meistaraflokki núna. Nú já, það bara frábært til hamingju þannig að þá veit maður hvað þið talið á mótnana. Já, það er fótbolti. En þú mátt ekki verið í símanum er það á leikum eða hvað? Nei, ég maður freista stundum. Eðlilega, sem forstjóri símafyrirtækis. Það er betra þegar maður er á staðnum. Já. Heyrðu, þetta glæsilegt hjá okkur, bara gaman að fá því í þáttinn. Bara gaman að fá að koma. Silvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova, kæra þakki fyrir komuna. Bara takk fyrir að fá að koma. Já, takk.